Kjaftaskur var einn þeirra manna sem aldrei geta hægt að tala. Hann var vanur að tala við hvern og einn og hvern sem var allt og ekkert, án afláts, sí og æ. Í belg og byðu, sí og æ og sí. Og hefði hann engan annan til að tala við, talaði hann við sjálfan sig. Góðan dag, herra Kjaftaskur, var hann vanur að segja. Góðan dag sjálfur, sagði hann við sjálfan sig. Það góða veðri, finnst þér ekki? Jó, miðað við árstíma. Og svona án afláts, sí og æ og sí. Hann bjó í öskjulaga húsi í þorpinu. Kjaftöskjukofi hét það. Morgun nokkuð kom bréfberinn með bréf til hans. Góðan dag, herra Kjaftaskur, sagði bréfberinn. Góðan dag, bréfberi, sagði herra Kjaftaskur. Þótt segja megi, sagði ég sjálfa mig í gær, eða var það í fyrradag, ég man það ekki, en hvað það að þetta sé ekki sérlega góðu dagur að mínu áliti þótt mér getur skjáttlast, sem ekki oft. Ekki eins og daginn, á mándaginn held ég, kannski var á þriðjudaginn sleppum því þetta er bara góðu dagur, finnst þér ekki? Jó, auðvitað, þú varst búin að segja það og svona masaði hann allan morgunin, svo að vestlingsbréfberinn var þó seitt með allan póstinn. Síðdegi sama dag fór herra Kjaftaskur í hattabúðin í þorpinu. Sæll herra Kúfur, sagði mannin sem átti hattabúðina. Heldur að hægt væri að ég geti fengið keyptan síðan ekki of dýr, nýjan hatt, því að hvað sem þú trúir því að já, auðvitað gerur það, en hvað það, eins og ég var að segja, hatturinn minn, sá sem ég með á höfðinu eins og þú sér þið að verða, já, hvernig ég orða það, aðeins of gamall, það sem ég hef áttan, látum konum sjá, það er að verða býðinum við 10 ár, nei, nú skoða hvað það getur ekki verið svona lengi og þó, jú, ég ætli það ekki, en aftur á móti, svona óðan elginn langt fram á kvöld. Svo vestlingsherra Kúfur hefði löng átt að vera búin að loka búðinu og vera farin heim. Loks þegar herra Kúfi tókst að skáskjóta í norði eða hjáskjóta því, lofaði hann að panta nýjan hatt handa herra Kjaftaski. Síðan ýtti hann herra Kjaftaski sem var auðvitað enn að tala út úr búðinni og fór heim í kvöldmatinn, sem var að sjálfsögðu orðinn kaldur því að frú Kúfa hafði eldað hann fyrir mörgum klukkutímum. Og meðan hann var að borða, hugsaði hann. Nákvæmlega viku síðar kom nýji hatturinn hans herra Kjaftasks. Bréfberinn kom með hann í búðina til herra Kúfs. Loksins, sagði herra Kúfur og varp öndinni léttar. Ég held að hatturinn sá vatna dugi við öllu blaðrinu í herra Kjaftaski. Ég vildi að svo væri, sagði bréfberinn. Hvernig má það vera? Það er vegna þess, svaraði herra Kúfur, að þessi hattur er töfrahattur. Nú já, sagði bréfberinn sem hafði ekki alveg skilið þetta. Seinna daginn fór herra Kúfur með nýja hattinn heim í Kjaftöskjukofa. Alveg ljómandi, sagði herra Kjaftaskur, þreif hattöskjun og opnaði hana. Þetta er þá nýja hatturinn minn, yndislegi nýja hatturinn minn. Ég beið hans með óþreyju. Já, reyndar fór ég snemma á fætur í morgun því að er ég ekki mikill kjáni. Ég vissi ekki hvernig ég vissi en var þó horfist, þú veist, að í dag var í dagurinn. Ég vissi ekki hvernig ég vissi en ég vissi þó að það stóð heima. Hér er hann kominn og er hann ekki fallegur? Þú ættir að máta hann, sagði herra Kúfur og glotti. Máta hann? Já, vitaskuld verð ég að máta hann. Kjánar ég að standa hér masand og hafi ekki enn mátað hann. Já, svo sannarlega og öruglega máta ég hann strax því að eins og ég sagði það ekki bara kjánalegt að bladur að máta hann og máta hann svo ekki er það ekki og svo... Hann tók hattinn upp úr öskjunni og sett hann upp. Þetta var gullfallegur hattur. Svei mér þá, sagði hann. Ég verð að segja, já, ég get ekki orða bundist að þessi hattur er, já, svo sannarlega svo ekki sem meira sagt, eitt besti hattur sem ég nokkru sinna á lífslangra ævi minni séð. Og ég verð að segja margan hattinu ég séð æfina, harðkúla hatta, veiði hatta, flóka hatta, pípa hatta, strá hatta, barðabjöllur og þetta voru dágóður hattar á höttum að vera, en eins og máltæki segir, þeim hæfir hatturinn og hann hæfir mér svo sannarlega sem kann að bera hann. En meðan hann óð elginn gerðist dálítið skrítið, því fleiri orð sem flætt út úr munni herra Kjaftasks, því stærri varð hatturinn. Því meir sem herra Kjaftaskur talaði þeim meir stækkaði hatturinn. Ég sé ekkert, sagði hann. Fyrir andartaki var ég að horfa á nýja hatti minn í speglinum en nú allt í einu öllum og óvarum eins og hendi væri veifað. Hatturinn hafði vaxið honum yfir höfuð og niður á tær og herra Kjaftaskur hætti að tala. Og leið og hann hætti að tala var hatturinn æ minni þar til hann loks var orðin eins og þegar hann mátaði hann fyrst. Herra Kúfur var feikna glaður.
Töfrahatturinn minn dugir reyndar, kumraði í honum. Næsta dag þegar herra Kjaftaskur var út á göngu hitt hann bréfberan í þorpinu. Sæll bréfberi, sagði hann. Heyrðu mig, hvernig líst þér á nýja hatti minn? Hefur nokkuð tíma séð svona fínan hatt? Nei, ég vissum. Þvílíkur hattur og... Þið viti hvað er að gerast, er það ekki? Hatturinn stækkaði og óx því meir sem herra Kjaftaskur talaði. Nú veit ég hvað herra Kúfur átti við með töfrahatti, sagði bréfberinn og sauð niður í honum hláturinn. Hann hélt leiðar sinnar og skildi veslingsherra Kjaftask eftir alveg orðlausan. Hugsaði hann hugsi. Hann talaði ekki, hann hugsaði. En vitiði nokkuð, þessi hattur hafði tróðið einhver inn í hausinn og herra Kjaftaski. Og nú tala ég ekki hálft á við það sem ég gerði, ekki einu sinni fjórðung eða fjórðungsbrotaði. Í stuttu máli, ég tala minna og þið vitið ástæðuna. Já, þetta gerið það, en hafið ekki hatt um það?